Já, nú ætlum við að reyna að skilja ráðgátu þessara vikna, hvað að vera í verkalýðshreyfingunni og til að hjálpa okkur við það eru hingað komnir fræðimenn, Sigurður Pétursson sem sagnfræðingur og mikið skrifað verkalýðsmál og Guðmundur Ævar Oddsson sem félagsfræðingur, doktor í félagsfræði og sérhæfði sig í stéttagreiningu. Verið velkomnir. Takk. Ef ég má byrja á þér, Sigurður, hvað að vera í verkó? Já, það eru auðvitað margir sem spyrja sig að þessu núna, þessa dagana, því að þegar atburðirnir að gerast eins og núna með miklum hávað á látum að þá oft erfitt að greina kannski yfirborðið eða þar að segja undirliggjandi strauma frá yfirborðinu. Það öðru vísi með atburði sem gerðust í Alþýðusambandinu 42 eða 54 þegar voru mikil átök, líka persónulega átök og hægt að horfa á í fjarlægð og meta hvað var verið hvað var eiginlega hvað var tekist á. En við getum auðvitað greint það núna ef við köfum undir stóru yfirlýsingarnar og einhverja svona persónubundin ágreining, þá sjáum við að það auðvitað verið að takast á áhrifin í verkalýðshreyfingunni. En hverjir að takast á? Það má segja að þeir sem að hafa kannski stjórna þessu stofnanaveldi sem verkalýðshreyfingin hefur orðið síðustu 3-4 áratugina, einkennst meira af því að vera frá því að vera baráttu samtök yfir í það að vera einhvers konar stofnun í samfélaginu og svo þeir sem hafa vilja viðhalda því annars vegar sem sagt og svo hins vegar nýr straumur sem er komið inn í verkalýðshreyfinguna og maður sér það náttúrulega mjög greinilega bæði í áherslum, í hvernig talað hlutina, í því að það er komin fram ný kynslóð baráttu fólks sem vil nota verkalýðshreyfinguna aftur sem baráttutæki, kannski eins og gert var fyrir árum. Rímar þetta við þína greiningu? Já, bara ekki spurning, við erum bara að tala stéttastjórnmál, hvort sem þau eiga sér stað á honum formlega pólitíska vettvangi, þetta er bara stéttastjórnmál sem sagt á öðrum vettvangi og það er að tala stéttar hugtækið út frá mörgum hliðum en þegar við erum að horfa á stéttarfélög þá erum við að horfa á stétt sem eiginlegt eða mögulegt hreyfiafl og það sem hefur þetta móta okkar nútíma samfélög eru fyrst og fremst svona stéttasamtök, hvort sem þau heita sem sagt verkalýðsfélög eða samtök atvinnurekenda og hérna er fullkomlega sammála þessu að hérna takast á sem sagt ákveðin nálgun á stéttabaráttuna. Þetta er róttækari hópur versus annar hópur sem er ekki eins róttækur. Ég efast ekki að þarna báður hópar eru svona róa í kannski svona svipaða átt en greinir á hvaða meðurlóð. Vilja fara á sama endapunkt en er ósaman leiðina? Já, má kannski segja það. Þetta er bara eins og maður kannski að horfa á lið sem er bæði að spila fótbolta, annað lið er sókndjarfara heldur en hitt, menn hitt er kannski að pakka í vörn, En það mátti heyra hjá Sigurði svona að eins og verkalýðshreyfingin hefði einhvern veginn stofnanavæðst, að það væri komið svona sérfræðingaveldi, getum við að sagt, sem hefði tekið yfir og markastefnuna, frekar kannski heldur en félagarnir. Sérðu það að hafa gert hér? Já, ef við horfum bara fullkomlega sammála þessu, við þurfum að horfa á þetta svona yfir langt tímabil og taka nokkuð skref tilbaka til þess að sjá mynstrið. Hvað hefur þetta gerst á Vesturlöndum, þar á meðal á Íslandi yfir bara á byrjun 20. aldarinnar? Jú, við sjáum að millistéttin að hún vex, okay? Og verkalýðshreyfingin að hún minnkar á sama tíma. Hvað hafa stjórnmálaflokkar á vinstri vægnum gert? Jú, í staðins að höfða til verkamannastéttarinnar og fara að höfða meira til millistéttarinnar. Við sjáum sambærilega hluti gerast innan verkalýðshreyfingar, ekki bara á Íslandi, bara allstæðir í kringum okkur, að millistéttin fer að verða fyrirferða meiri. Og ástéttin án málsvara þá? Já, bara án baráttutækja. Já, við getum svona sagt að millistéttin hún verði fyrirferða meiri og að sjálfsögðu þarf mennta sérfræðinga og lögfræðinga og allt þetta, en það er kannski ekki skrítið að fólk upplifi að þarna, þar að segja, fólk af verkamannastétt upplifir sig svona aðeins meira utanveltu eftir því sem að hreyfingin millistéttar væðist, því við þurfum að átta okkur á því að verkalýðshreyfingin inniheldur fleiri en eina stétt. Þetta er ekki bara stétt launþega, við erum með millistétta fólk þarna og síðan erum við með fólk sem er af verkamannastétt,
Já, og einu vaffer eru við með forstjóragangin, aðstofaforstjóran og fjármálarstjóran og allt það fólk. Og algjörlega og þannig að stéttarhagsmunir þessa fólks fara ekki fullkomlega saman en þann hlýtur að vera sem sagt svona listin við þetta reyna að finna hana samhljóm á milli launþega svo að segja hægt að róa í sömu átt, sko. En Sigurður, maður geti séð þetta fyrir sér að Sólveig Anna veri á öðrum endanum og kannski Friðrik Jónsson í BHM á hinum, en átökin inn á ASÍ ekki þarna á milli. Það Sólveig Anna og svo Halldóra í Bárunni og Selfossi, það sem eru meira og minna bara verkalýður sem í því félagi. Ragnar Þór sem með forstjóragangin í sínu félagi og kannski flesta af svona því launafólki sem að Guðmundur var að lýsa, að hann eiginlega vitlausum megin í þessu. Hvað veldur þessu? Jú, auðvitað verkalýðshreyfingin breið eins og hér bent á og að sjálfsögðu og ASÍ alveg frá 1916 voru samtök mismunandi félaga. Þar voru inni verkafólk, sjómenn og iðnaðarmenn og það var mikill munur á því hvort þú varst með iðnmenntaða prentara eða ófaglærða fiskverkakonu á saltfiskareitunum. Það var gríðarlegur munur, en samt var samhljómur með því að það voru ákveðin baráttumál sem voru sameiginleg og þannig hefur það alltaf verið í gegnum tíðina. Ekki verið það vera fyrst það átök það, hver fórustun á að vera? Já, það átök fórustuna, það átök áherslur, sjálfsögðu og það hefur nær alltaf verið. En við skulum skoða til dæmis eins og þá kröfu að launahækkanir séu sem sagt sama krónutala. Þetta er gamalt mál sem alveg síðan á verðbólgu árunum upp á 1970 verkamannasambandi barðist fyrir þessu á 8. og 9. áratugnum að það væru krónutöluhækkanir því þær væru réttlætari. Þær minnkuðu launabilið að þær hækkuðu þá lægstlaunuðu meira en hina. Og þetta var gert í síðustu samningum var það ekki, það var þessi áhersla. Nú eru fleiri og fleiri að koma fram innan verkalýðshreyfingarinnar og í talnum BHM sem að vil ekki sjá þetta. Þeir vilja ekki sjá launabilið minnka. Segja bara að þetta sé ósanngjarnt. Þessi ósanngjarnt að minnka launabilið. Já, ósanngjarnt fyrir hvert þá. Það sem með hærri laun. Og þetta hefur nú oft líka verið vandamálið innan ASÍ að iðnaðarmennirnir eða mjólkufræðingarnir eða einhverju sem voru hærra launaðir heldur en verkafólk vildu halda bílinu og það þetta sem kannski nú bílið orðið allt og mikið miðað við það sem var á fyrri áratugum og þar af leiðandi hefur verkalýðshreyfingin gleynað í sundur. Það samt út af því hver gnisti á milli inn í ASÍ að það hérna Sólveig Anna og Ragnar og Villi með svona landsbyggðafélag þar sem eru sjómenn og ég veit ekki hvort ef ekki bara verslunarmenn líka, ég veit ekki alveg hvort það sé þannig að það sumstaðar, það getur verið á Bárunni, það getur verið á verkalýðsfélag Vestfirðinga sem að stilti sér upp hinum megin við línuna, verkalýðsfélag Vesturlands, þannig að þessi greining á ólíkum hagsmunum stéttanna minnst ekki alveg falla við víglínuna. Það þá þannig að hluti verkalýðshreyfingarnar hafa sætt forystu millistéttarinnar og sætt sér við hana og talið hana að vera árangursríkari? Ef maður spyrir þau komið. Já, þetta er ekki einfalt minnstur, og þarna þótt að stéttagreiningin afhjúpi margt að þá skýrir hún ekki frekar en annað, allt. Og einhverju leyti sýnst mér þetta líka bara snúast aðferði, hversu hart á að ganga fram og maður getur, því þetta þeim sem að stjórna ASÍ á hverjum tíma þetta vorkun, þetta mjög í því að þetta þetta mjög breið reglífasamtök með fólk sem hefur ekki fullkomlega sömu hagsmuni og að reyna að láta þetta allt svona harmonera þetta erfitt, Þannig að en ein átakalína sýnist mér líka bara snúast bara róttækni, hversu hart á að ganga fram, hversu mikla, einhver myndi kalla þetta óbilgirni, einhver myndi bara kalla þetta bara standa fast á sínu, eins og til dæmis þarna þegar það átt að Já, fyrir vísi sögun og sagt að með þeim aðferðum náðum við mestum árangri. Já. Ég meina vikið, það bara hægt að horfa á, ekki bara gullöld verkalýðshreyfingarinnar 4. áratugurinn, það voru hörðustu harðasta baráttan var háð þá, ég ekki viss að fólk í miðjum klíðum þá hafi allir verið sammála
aðferðinar en ef við horfum í baksýnisspeglinum, þannig eru stærstu sigrarnir sko. Þú vísar í söguna í þessi hörðu átök sem voru á 4. og 5. áratugnum inn í verkalýðshreyfingunni. Var það líka róttækni og hófsamari? Já, ansi oft var það. Og reyndar, svolítið eins og núna líka, forræði yfir hreyfingunni. Hver getur talist málsvari hreyfingarinnar. Og þá voru annars vegar sósíalistarnir og svo hins vegar íhaldsmenn og kratar. Og þeir tókust náttúrulega á í gegnum áratugina, kommunistar og jafnaðarmenn, seinna alþýðuflokksmenn og sósíalistar og íhaldsmenninni voru með krötum oft í frambóðum. Svo kemur það inn að sjálfstæðismenn gera sér gildandi í verkalýðshreyfingunni. Það strax á 4. áratugnum sem þeir gera það. Og þá var það nú reyndan þannig, og það svolítið skondið, að sjálfstæðismenn og sósíalistar voru í bandalagi af því að alþýðuflokkurinn réði verkalýðshreyfingunni á ASÍ og þeir voru sem sagt, þær sameinuðust þennan sameiginlega óvinn og sem var til þess að 1944 að þá reyndar í seinni heimsstyrjöldinni og Stalín ekki talinn mjög slæmur og sósíalistar í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokki og alþýðuflokki að þá verður til svona samstjórn sósíalista, alþýðuflokksins og sjálfstæðismanna. Seinna kemur kaldastríðið og þá sósíalistum hent út. Og þá kemur svona frekar mild stjórn, hægri sinnuð stjórn í ASÍ, en innan alþýðuflokksins myndast andstaða við þetta samkrullu sjálfstæðismenn og 1954 kemur Hannibal, býður sér fram sem sameiningarafl á vinstri vægnum og sameinar sósíalista og jafnaðarmenn í nýrri fórustu í ASÍ og býr til þannig róttæka fórustu í ASÍ. Ekki alla jafnaðarmenn, eða? Nei, ekki alla. Nei. En nógu marga til þess að ná fórustunni. Róttækari kratana. Og þá voru mikil og hatrum átök innan flokka, milli flokka og innan verkalýðshreyfingarinnar. Hannibal var talinn óferjandi og óaðlandi, sérstaklega í hægri pressunni. Það var ekki hægt að starfa með honum. Hann var valdasjúkur og ég veit ekki hvað og hvað. En hann stýrði ASÍ í 1,5 áratug eftir þetta. Og þá vannst líka einn stór sigur í verkfallinu 1956 þegar atvinnuleysistryggingarnar komust loksins inn. En það var ekki ASÍ sem stóð fyrir verkfallinu. Það var Dagsbrún sem sterkasta félagið pluss nokkur félög í kringum Reykjavíkursvæðið sem háðu gríðarlega hart 6 vikna verkfall til þess að ná fram ótrúlega miklum árangri. Lokuðu Reykjavík. Já, og sá spurningi núna þegar talaður það sé ekki hægt að semja við neinn, að því það er ekki samvirk forysta í ASÍ. Þetta búið gangi gegn alla tíð. Sterkustu félögin taka forystuna og það eru félögin sem hafa samningsréttin, félögin hafa samningsumboðið og það eru félögin og hafa verkfallsréttin, vopnið sem að þar stundum að beita. Þannig að nú erum við með Eflingu og VR 2 stæðstu og sterkustu verkalýðsfélög landsins ekki sanngjarnt að þau taki fórustuna. Þau gera það í lífskjarasamningunum. Ég held að það sé þannig að það var búið að forma samningin, þá kom starfsgreinssambandið á eftir og svo ASÍ í lokin og það ekkert óvananleg leið. Það var tíminn Flóa bandalagsins og fleira, það var svipaður sögutráður. Það eru félögin sem eru með sterkastu stöðuna, öflugasta verkfallsvopnið. Núna það kannski verkalýðsfélag Keflavíkur sem getur lokað landinu með því að loka Keflavíkurflugvelli sem kannski svipað áhrif og var 56 við að loka höfnir. Já, þá loku höfnirnar og veginnir. En aftur, þegar við horfum aftur, þá getum við séð samsvörum við nútíman og þá ef við erum með Sólveigu Önnu í huga. En það erfiðar að þú ert með Ragnar Þór og Vilhjálm Birgisson sem að ég held að fáir skilgreining kannski sem róttæka sósíalista. Já, vissulega. Það línunar eru skýraðir þegar þú horfir á Sólveigu Önnu og þessi klofningu sem að þú einmitt varst að tala um að sem við sjáum á honum formlega pólitíska vettvangi, við bara sjáum ákveðin svona samlíkindi með honum bara innan verkalýðshreyfingarinnar. En ég held einmitt að Sólveig Anna einhver skelegasti talsmaður verkafólks og láglaunafólks sem bara komið fram á Íslandi bara í marga áratugi. Síðan að Gvendur Jaki var hér. Bara síðan að Gvendur Jaki var hér. Það margir sem segja þetta. Já. Og mögulega ennþá skelegari, sko. Og lætur engan eiga neitt inn í hjá sér og þótt að fólki getur fundist hitt og þetta
þarna orðfærið og svona, en ég held að fólk mætti alveg gefa sér tíma bara til þess að lesa þennan 4 greina dálk sem hún skrifaði í Kjarna, þar sem hún að skýra þetta frá sinni hlið og þetta bara taka inn í myndina að þarna þetta líka, þetta þetta frá hennar hlið, en þetta mjög góð greining á þessum eins og hún orðaði kreppu verkalýðshreyfingarinnar. Þannig að þú tekur ekki undir það sem hefur verið sagt að hún og félagar hennar séu bara að horfa til valda, það sé engin málefni ekki þarna bakvið. Já, sko, það snýst þetta allt valdabarátt ef við förum út í það, sko, en ég held að þetta snúist ekki persónuleg völd, heldur snúist þetta stéttabaráttuna sem slíka. Ég held að þarna sé hugsjóna fólk á ferðinni og þetta snýst þetta sem sagt stéttastjórnmál sem bara snýst það að stéttir að reyna að bæta velferð sinnar stéttar og og sem baráttu tæki launafólks og sérstaklega verkamannastéttarinnar að þá þetta skipti máli hvernig þessu baráttutæki notað, eins og til dæmis og þá þetta snýst ákveðna róttækni, hvenær á að fara í verkfall, hversu langt á að vera og hversu margir að taka þátt og á að gefa eftir eins og til dæmis þegar COVID skellur á eða á bara að standa fastir á sínu og svo, ég meina, hér bara greinir fólki á meðalið, sko. Já, það stundu verið notaði með sem skilgreining hreinlega bara á verkalýðshreyfing og verkalýðsbaráttu vegna þess að það til verkalýðshreyfing sem aldrei gerir neitt og í raun og veru hlutlaus eða jafnvel bara undir hælnum á atvinnurekendum. Og það stundu verið notað svona að það þarf ákveðin skilyrði til að mynda verkalýðshreyfingu, þú þarft að hafa þéttbýli, fólk búi nálægt hvert öðru, þannig þessi í talsambandi að þú þurfur að finna fyrir ákveðnum sameiginlegum hagsmunum eins og ýmsar stéttir gera. En það dugar ekki til þess að búa til verkalýðshreyfingu sem stendur undir nafni, þá þarf að hafa þetta þriðja sem einhvers konar hugsjón eða markmið bætt samfélag. Hvað viltu að verði? Hvernig samfélag viltu búa til eða berjast fyrir? Og það þetta sem kannski það nýja sem komið inn núna með Sólveig og Önnu, með Ragnari, með fleirum og örugglega með verkalýðsfólki út all land þess vegna. Að það þessi hugsjón sem komin inn aftur. Það ekki bara að reka einhverja hreyfingu. Þau ekki bara að reka einhverja stofnun í samstarfi við verkalýðshreyfingu, við ríkisvaldið og atvinnurekendur. Þau með baráttutæki í höndunum sem þau vilja nota til þess að breyta samfélagi. Og skrifa mikið út í samfélagi raunverulega til þess að efla stéttarvitund sinna félaga. Það mikið af þessum mikla massa sem að þau skrifa og senda út í samfélagi svolítið það að verkalýðurinn finni til máttarsins. Já, bara ekki spurning, sko. En stundum finnst mér eins og umræðan falli í ákveðna svona falska tvíhyggju, skilur, að eins og ég sjálfur efast ekki þegar ég horfa á svona forystusveitina innan ASÍ, hvort við erum að tala heildarsamtökin eða þessi stóru félög, skilur, að þarna þetta allt jafnaða fólk, þetta allt fólk sem að reyna að stuðla að jafnara samfélagi. Það bara, finnst mér svona greina á sko hversu harkalega á að ganga fram, sko. Og þarna eins og ég nefndi á þá kannski því fólki við Orkun sem að stjórnar ASÍ sem samtökum að vera með svona fjölbreytta flóru meðan eins og til dæmis að Sólveig Anna talar fyrst og fremst fyrir verkafólk og hérna lægslaunuðu, sko. Þannig að það gæti líka verið styrkur að vera með breiða forystu. Já, ekki spurning, sko. Það ekki alltaf styrkur að allir talið sömu röddu. Nei. Það ekki alltaf styrkur í því að gera samkomulagi inn í bakarabygginu og koma svo fram með samkomulagið. Ja, akkurat, þannig sko líka spurningin taktikina, sko. Það var náttúrulega búið að loka þessu ansi mikið inni og það auðvitað til hagsbóta fyrir atvinnurekendur og reyndar oft ríkisstjórnirnar sem nú oft mjög samtengdar svona hugmyndalega og andlega en að opna samningafundina, opna umræðina miklu meira, beina því meira til fólksins sem að í baráttunni. Það þetta eitur í beinum ákveðna aðila og það talað niður til forystu fólksins, það persónugert, það búið til einhvers konar grílur úr fólki. Þetta náttúrulega bara alþekkt til margra áratuga og til annara landa eins og Bretlands og Bandaríkjanna gegnum alla verkalýðssöguna. Sigurður, þú hefur fylgst með verkalýðshreyfingunni
sem sakfræðingur, en þú líka alveg upp á heimili, pabbiðinn var verkalýðsfrömuður fyrir vestan. Vissulega. Já, og það var sláttur á honum mikill. Þegar þú fylgist með þessu, hefur þú svona ótta að þetta geti þróast illa? Nei, hreinlega ekki. Nei, þú ert bara glaður að segja. Mér finnst þetta að vera vitt það að hreyfingin sé lifandi og hún eigi ennþá erindi. Mér finnst hressandi að sjá nýja strauma koma inn, ný kynslóð með áherslur, sumarleiti gamlar áherslur en endurnýjaðar og kynslóð og baráttu fólk sem fær umboð frá sínum félögum til þess að hafa og setja mark á söguna. Já, ég hefði bara, ég veit það að eldri verkalýðsforingjar myndu verða mjög ánægðir að sjá þetta sem er að gerast. Já. Allavega þeir sem að þú þekktir. Já, þú segir það. Herðu, stétta greinandi, þú lítur að vera glaður, að það er ekki verið stétta umræða mikil, ekki svona síðustu 30 ár held ég. Já, þetta er eitt af því sem ég hef skoðað. Ég meðal annars innihaldsgreindi stétta orðræðu á Íslandi á hinu pólitíska vettvangi, bara skoðaði á Alþingi og svo í Morgunblaðinu og það er engin spurning blöðum það að fletta að fyrir miðjan 10. áratugin er lítil stétta orðræði í gangi en hún eykst heilmikið frá miðjum 10. áratugnum og fram að hruni og svo hefur hún gert það svo sannarlega með nýrri forystu innan verkalýðshreyfingarinnar og alveg sama hvað fólki finnst, þá getur enginn deilt það að það er meira líf í verkalýðshreyfingunni síðustu árin en hefur verið í bara marga áratugi og þau getur rauninni sagt að þau hafi látið verkin tala við. Lífskjarasamningurinn er einhver mesta kjarabót sem er fyrir láglauna fólk. Og ekki síður samningar, eflingar við sveitarfélögin í Reykjavíkurborg sem er núna komið inn í umræðuna á mjög sérstakann hátt fyrir þess að nú nota hægrimenn þetta sem rök fyrir því að opinberir starfsmenn sé að leiða launaþróunina. Það er vegna þess að lægstlaunaða fólki náði svo há prósentu í samningunum sem Efling gerði. Þannig að nú er verið að benda á það að þetta sé háskalegt vegna þess að opinberir starfsmenn hafi fengið meiri hækkari sem er ekki rétt heldur á það bara við þetta. Það hafði það mikil áhrif þessi samningar. Einmitt, og ég held að það sem má ekki gleyma ef við horfum bara á hlutfall fólks í verkalýðshreyfingunni að þá er yfir 90% íslensk launafólks í stéttarfélagi. Þetta er einsdæmi á heimsvísu og þetta er, ég vil ekki kalla þetta sofandi risaskiluru, þetta hefur verið öflugasta, mótvægisaflið við yfirstéttina bara á Íslandi, bara á 20. öldin og fram á 21. að þetta, maður sér alveg á hverju einhverju myndi vilja veikja þetta eins og til dæmis með að gefa þetta frjálsara og svo. Það er bara það sem er verið að reyna núna. Það er sem er að reyna núna, og kannski er hugsunin svo að verkalýðshreyfingin sé sundaraðri heldur hún hefur oft verið og þess vegna er laumað inn núna hugmynd sem er auðvitað gömul og hefur verið reynd í Bandaríkjunum og víðar og það er það að reyna að lama verkalýðsfélögin með því að megi ekki nýta samtakamáttin og ég man eftir því frjálshyggjumennirnir hafa notað það hugtak að verkalýðsfélögin væri einokunarfélög og væri sambærileg við einokunar auðhringa sem að stjórna framleiðslu námugar eftir hverju öðru sem er. En verkalýðshreyfingin byggir þetta á því að hver og einn starfsmaður er svo miklu veikari heldur en fjármagnseigandinn og fyrirtækja eigandinn og þess vegna eru stofnuð samtök til þess að jafna leikinn. En nú er einhverju sem vilja greinilega ekki hafa jafnan leik. Við sjáum til dæmis á leigumarkaði hvað afleiðingar það hefur þegar að annar aðilinn er miklu veikari á bara allt sitt undir það að fá inn einhvers staðar, hann að setja bara á götunni og það leiðir til þess að sá sem að leigir út, hann bara stjórnar verðinu á markaðnum og gúarinn. Það mætti taka upp reynsluna af verkalýðshreyfingunum inn á leigumarkaðinu og bunda þar samstöðu. Herðu, mér finnst gaman að fá okkur hingað í heimsókn að ræða verkalýðshreyfinguna, Sigurður og Guðmundur, kærar þakkir og nú snúum við okkur að næsta dagskrálið.